Velkomin. Takk. Til mín, Hilmar minn. Takk. Kannski svolítið öðruvísi þáttur af því að við erum vinir fyrir og ég ætla að reyna að vera professional og haga mér eins og podcast þáttastjórnandi. Ég ætla bara að koma svo frá þannig að ég sé ekki að reyna að fela það við sem vinir allan tíman og vera eitthvað, vandræðileg. Stu með símaðan og silent vinir? Já, ég með silent. Já, ég líka. En, heyrðu, þú ert búin að standa í ýmsu síðustu mánuði. Já. Eins og margir vita sem hafa kannski séð í einhverjum fjölmiðlum eða einhverju Grindavík. Það byrjaði bara að gjósa í gær eða fyrir þetta? Gær. Aftur. Já. En eina ferina, já. Við getum allan að hugga okkur við það að þú veist, kannski ekki þó að nöfnin okkar verði ekki í sögubókunum, að þá verður þessi tími í sögubókunum. Öldin okkar eða eitthvað. Já. Kannski þetta forréttindi sem við bara gerum okkur ekki grein fyrir að upplifa það, skilur að þetta sé að gerast, sko. Veist, maður er ekki alveg að hugsa það núna, að því að veist, eins og staðan hjá okkur er bara að, veist, við erum bara að reyna að komast út úr þessum aðstæðum, skilur veist, en svo kannski eftir 5 ára, 10 ára, þá kannski hugsa tilbaka og hugsa bara, þetta voru bara forréttindi að fá að upplifa þetta. Já, kannski ekki, þú veist, eins og núna, getur maður ekki alveg séð að þetta sé forréttindi að því að þetta er erfitt og þetta er, þú veist, eins og einmitt, eins og þú segir þegar maður er farin að sjá fjallaðina og allt er orðið eins og á að vera og þá getur maður kannski svona, vá, þú veist þetta er svona eins og móðuharðindin og allt þetta, sko, þú veist það var bara, þetta byrjaði núna fyrir 20 dögum með eitthvað, þá var fólk að byrjaði að gjósa og ég var að því það er mikið komin út úr þessu núna, að ég var bara var hægt að gjósa, sem sagt, af því að mér fannst þess að væri nýbyrjað að gjósa aftur. Ég var ekki viss. Þannig að þegar ég hélt að væri alltaf eitthvað smá að mjalla þarna í þessu ennþá. Og ég alveg, það voru ekki tilkynnt neinn góðslók, þegar ok. Og að því að ég veit að þið eru komin í burtu og þú veist, allir eru einhvern veginn orðnir, þá er þetta orðið bara svona venjulegt og það er alltaf skrítið. Svolítið skrítið þetta sem normaliserað, þú veist, eiginlega, að það sé eldgos. Við erum svo fljóta að venjast, einhvern veginn. Það er bara búið að vera eldgos núna í nokkur ár, einhvern veginn. Það er líka það sem er vandamálið í Grindavík, að þetta er orðið svo mikið norm, sko. Fólk er eiginlega hægt að taka eftir því, sko. Við sitjum samt eftir í súpunni, sko. Já. Hvernig er staðan núna? Við erum bara að bíða eftir uppkaupbónum, eða þetta erum í uppkaupsferlinu núna. Við erum bara að bíða eftir að vera keypt út, komast það til burtu í rauninni, eins og staðan núna. En, þú veist, ef maður hefði fengið að velja, þá hefði kannski ekki valið þann kostin, sko. En eins og staðan núna, þá er ekkert annað í boði. Það er annarkost það, bara að vera keyptur út og fara, eða brenna inni með peningana. Já. Myndirðu, ef að segjum eftir 10 ár, það væri bara allt búið að vera í góðu og myndirðu vilja fara aftur á þangað? Við getum alveg hugsað okkur að fara aftur, sko. Já. Veist, það er alveg það, sko. En þú ert hvaðan í upphæður, ekki? Hafnarfirði? Jú, Hafnfirðingur. Hafnfirðingur? Jú, er sko hálfur Hafnfirðingur og svo frá sko Raufarhöfn. Föður fjölskylda mín frá Raufarhöfn, sko. Raufarhöfn, það var, vinkona mín var að segja við mig, hún hefði aldrei farið í, svona, hvað á ég að segja, hans að vera leiðileg? Svona draugabær. Já. Þegar hún keyrði þarna í gegn tímann og hún sagði Raufarhöfn bara, ég hef ekki farið, ég man ekki til þess klána, nema ég hef keyrt þarna einhvern veginn í gegn. Hún sagði, þetta er ein gata og það er bara Raufarhöfn. Já, það er svolítið. En sko, ég átti pennavinn á Raufarhöfn. Pennavinn? Já. Þegar ég var, sko, þá komu 12 síðustu árin í Finnbogastaðaskóla í sveitinni. Já. Og sem var náttúrulega bara töfrum líkast, sko. Og svo var bara sagt, heyrðu, þið ætla að skrifa krökkum á Raufarhöfn og þau ætla að skrifa ykkur tilbaka í gegnum tölvuna og við vorum bara hvað ég var að skrifa? Og það var bara eitthvað svona, halló, ég heiti Kitta, ég er 11 ára, þú veist, og svo kom bara bréf tilbaka, hæ, ég heiti Pétur, ég er 11 ára á Raufarhöfn, eitthvað. Og ég var bara eitthvað, við vorum öll bara eitthvað, þetta kom bara út úr tölvunni. Þetta fór aldrei á pósthúsið. Nei.
og þetta var bara eitthvað svona, þetta var ekkert mikil pennaskrif, þetta var ekkert lengi, en þetta voru nokkur sinnum svona eitthvað. Svo var ég með honum í framhaldsskóla, þessum Pétri, sem er mjög skemmtilegt. Okay. Og Laugum? Já, og Laugum, já. En þetta var alveg, þetta voru töfrar, sko. Þetta fór ekki á pósthúsið, þetta fór ekki neitt yfir landið, nema í gegnum loftið. Þetta var bara, þannig að þú ert þaðan. Já, sko, pappi heitin var þaðan, sko, og mamma var Hrafnari. Ok, pappiðin, hversuna flytti hann í bæinn? Hann og bróður hans komið suður til þess að fara í skóla minnum. Ég held að það hafa verið upprunalega planið, sko. Svo fór þeir að vinna. Já. Pappi kláraði aldrei skólan, sko. Nei. Bróður hans kláraði, en pappi einhvern veginn festist í vinnu. Já. Og kláraði svo ekki fyrir bara mörgum ára setna, sko. Var hann að læra hvað? Húsasmíði. Já. Og hann kláraði, sko, þetta hefur verið 90 eitthvað, sko. Ég man vel eftir því, sko. Já. Hann hefði þá klárað? Hann kláraði, sko, já. Og þetta er svolítið svona með fólk út á landi, við þurfum öll að fara ykkur til að sækja okkur menntun og svo bara kemur fólk ekki tilbaka. Þetta er alltaf engan veginn, þú veist. Það var ekki þangað að sækja heldur, sko. Nei. Og Raufarhöfn, sko. Það var svona, af hverju var að vinna smíðar á Raufarhöfn. Ég sagði nú ekki framtíðinni því, sko. Nei, en sko, þegar það er samt einhvern veginn svona taug til æskuslóðana, þú veist, það er ekkert eitthvað brjálæslega margt að gerast í sveitinu minni, en mér langar alltaf að fara þangað aftur. Mér langar alltaf að vera þar, sko. Já. Og fólk hugsa bara, hvað er þetta að gera þarna? Þú veist, mér langar bara að vera þarna. Akkurat. Skilur, mér líður vel þarna. En ég veit ekki, með Raufarhöfn, það er kannski... Ég veit ekki hvað pabbi, sko, hvaða tilfinningar hann hafði, sko, hvað því, sko. Nei. Hann fór aldrei aftur, sko. Nei. En voru foreldrar hans þarna? Já, sem sagt, afi heitinn dó, hann dó áður en ég fætti, sko. Já. Amma var þarna, svo fluttu þau hún á Akureyri og byggu þar. Svo fluttu fluttu hún inn til Grindavíkur. Já, bjóð þar núna, okay. 10. nóvember. Þannig að, Og er hún ennþá á lífi? Já. Já, ok. Er hún þá í þessu, hvar eru þau? Hvert voru þau sett aftur? Þau voru konið til Reykjavíkur, þau fengu íbúið Reykjavík. Já. Semst eru núna með hann í einhver tíma, sko. Já. Ok, þannig að hvað er hún gömul? Hún er orðin, ekki 80, 9 ára eða eitthvað. Nú, já, ekki komin yfir nýrætt. Ég sá daginn að var svolítið sætt eða fallegt maður sem var verið að tala við hann og þau hefðu verið flutt frá hjúkrunarheimilinu í Grindavík yfir í eitthvað annað. Eitthvað, hvar var það? Ég veist það ekki. Þetta fór í allar áttir, sko. Já, en það var eitthvað svona og svo voru þau að fara að missa þetta pláss að því að það voru að fara að koma hælisleitendur í það eitthvað. Já. Mér man ekki alveg. Það var eitthvað þarna við Sandgerði eða Garðinni eitthvað þar. Þar var eitthvað svona pláss þar sem að þessu fólki var komið að hluta til fyrir, sko. Já. Þetta er ótrúlega erfitt og þetta getur ekki verið auðvelt fyrir gamalt fólk, sko. Ég held ekki, sko. Þú veist, þetta er erfitt fyrir fólk á okkar aldri sem er ungt og lipurt. Og mjög lipurt. Ég hugsa alltaf um mig sem unga og svo er maður farin að heyra miðaldra og ég bara nei. Nei, miðaldra er held ég eftir 50, sko. Ég myndi segja það, ég er þar líka. Já. Miðöld, þú veist, 50 ár. Akkurat. En sko, miðaldra náttúrulega fyrir 150 árum var náttúrulega bara tvítugt. Sjálfsögðu. Af því að þú varst bara að fara að deyja fertugt. Já, en það er ekki í dag, sko. Nei. Nú erum við að fara að verða 95. Ég verðum að byrja 110 eða eitthvað, sko. Þú veist, ég er alveg til í það ef ég er ekki bara eitthvað grænmeti, sko. Ég er alltaf að segja þetta við dóttur mín, ég er svona heila þvona, svona, að leið og ég er svona hætt að þekka hana og allir í kringum mig. Já. Þá hún að skutla mér niður á bryggju. Já, henda þér í sjónum bara. Nei, ekkert henda mér, bara leiða mér að labba fram það. En þú veist, þetta er alveg önnur umræði, ég er alveg bara svona, við erum að halda fólki á lífi alveg bara út í eitt. Já, fyrir ekki neitt. En það er kannski ekkert hérna. Akkurat. Það er ekkert líf hér. Akkurat. Það er bara hylkið. Já. Þannig að ég er alveg bara, ég þarf að taka sér þátt um þetta. Og mér finnst líknardráp rosa ljótt orð. Já, ég bara hef ekki kynnt mér það, sko. Nei, líknardráp er bara, þetta er hljómar viðbjörslega og þegar ég segi ég er alveg líknardrápi, þá er það ógeðslegt. Já, ég er alveg hlint við því, sko. Já, en þú veist það þýrst að vera aðeins fallegra orða, því þetta hljómar svona eins og sett bara, ég er hlint dýranýði eða eitthvað. Já. Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra meira, getur þú farið inn á fullorðins.is
og nælt þér í áskrift.